Komið sæl, þetta Pólitíkin, 5. þáttur. Ég heiti Guðfinnur Sigurvinsson. Ferðaþjónustan óx hratt og varð einn aðalatvinnuvegur landsins eftir gosið í Eyjafjallajökli fyrir sléttum 10 árum. Eftir eldgos sem stöðvaði tíma flugsamgöngur í Evrópu, beindust augu ferðamanna til Íslands og á örskömmum tíma fylltist landið alltaf ferðamönnum sem aldrei fyrr. Ferðaþjónustan varð blómleg allt árið kring, allt þjóðlífið breytt svip, miðborg Reykjavíkur varð eins og standandi götuhátíð og algengt að enska væri eingöngu töluð í verslun og þjónustu. Og nánast eins hratt og ferðaþjónustan óx hefur allt stöðvast og ástæðuna þekkjum við öll. Skafti Örn Ólafsson, upplýsingafulltrúi Samtaka ferðaþjónustunnar, sestur hjá mér og viljum að rýna í stöðuna, ferðasumarið framundan sem verður byggt á innlendri eftirspurn og líta á möguleikana í stöðunni sem eru margvíslegir þegar betur að gáð. Skafti Örn, velkomin. Takk fyrir. Byrjum aðeins á deginum í dag. Við vitum auðvitað að þessi sviðsmynd er nú ekkert sérstaklega glæsileg sem að birtast ykkur akkurat hér og nú. Millilandaflug stöðvast og landið tæmst af ferðamönnum. Maður sér að þetta orðið eins og það var fyrir ykkur 20 árum á götunum aftur. Hvaða verkefni eru þið að fást við svona í ykkar daglegu störfum núna hjá Samtökum ferðaþjónustunnar? Já, þetta ekki góð sviðsmynd sem átt að draga upp núna á stöðunni svona í dag. Eins góðum sviðsmyndi var sem átt að draga upp í inngangi þínum, þar sem átt að tala hvernig ferðaþjónustan hefur tekið þátt í að blómga samfélagið síðustu árum. Við höfum verið að fást við gríðarlega erfiðleikann síðustu vikur og misseri við að hjálpa okkar fyrirtækjum í ferðaþjónustu að svona sjá til lands, reyna að komast í gegnum hennar skap sem við erum sem að dynur á okkur núna. Og staðan bara grafalvarleg. Á einni viku má segja bara lokast landi hérna. Það nánast engir ferðamenn í landinu. Ef þeir eru þá þeir á örugglega teljandi á fingurum annar handar. Það engin ferðaþjónusta í gangi í dag og sumarið framundan við höfum teiknað það upp að sumarið framundan í rauninni bara það verði engin ferðaþjónusta í sumar hvað erlenda markað varðar. Við munum treysta á innlenda markað sem bara brota af stóru myndinni. Ætli 80% af 80% af ferðaþjónustunni sé ekki erlendi ferðamenn af veltunni. Þannig að við erum að glíma við gríðarlega mikla erfiðleika núna og dagstu sviðsmyndina sem við erum að teikna upp gera ráð fyrir að 500–600.000 ferðamenn komi til Íslands þegar árið 2020 verið gert upp. Það færir okkur aftur til ársins 2009 þegar komu 2 milljónir í fyrra. Þannig við erum að sjá 70% samdrátt. Þannig að staðan gríðarlega alvarleg og eins og ég segi þá höfum við verið að hjálpa okkar fyrirtækjum að greiða úr þeim vandræðum sem að greinin að upplifa. Við höfum líka verið að vinna með stjórnvöldum í að búa til einhvers konar björgunarpakka til handa greininni. Margt hefur verið vel gert en það þarf að gera miklu meira til þess að ferðaþjónustan hreinlega lifi þessa erfiðleika. Stjórnvöld, eins og segir, ríkisstjórnin hefur kynnt auðvitað ýmsar mótvægisaðgerðir sem þeir hafa tekið þátt í að móta og það hefur verið líka gefið út að það verður staðinn Icelandair. Hvernig eru þessar aðgerðir að koma út fyrir ykkur sem stendur og þú nefnir að þurfa að gera meira? Hvað telur að þurfi mikla aðstoð til viðbótar svona til að halda einhverjum sjó í þessu ástandi? Við getum stillt dæminu þannig upp að eftir efnahagshrunið 2008 þá var það í rauninni ferðamaðurinn sem að bjarga okkur úr hruninu. Ef við taka einhvern einn aðila út fyrir svega sem að koma okkur upp úr öldudalnum þá var það ferðamaðurinn og þar með ferðaþjónustan. Og á skömmum tíma hefur ferðaþjónustan vaxið gríðarlega mikið og án fordæma á veraldarvísu. Vöxturinn hefur verið það mikill og sem hefur gert það verkum að hér hefur verið viðvarandi hagvöxtur undanfarin ár. Nánast ekkert atvinnuleysi sem heita má og við höfum tekið þátt í að, eins og segi, skapa störf, skapa gjaldeyristekjur fyrir land og þjóð. Þannig að ég held að það þurfi að gera meira en það sem búið að gera varðandi björgunaraðgerðirnar. Við getum tekið sem dæmi þessar hlutabótaleið sem var uppi á borðunum í dag.
og ég held að sé samkvæmt nýjustu tölum 50.000 mann sem að nýta sér úrræði atvinnuleysistryggingasjóðs. Ætli sé ekki 25-30.000 af þeim sem í þessari hlutabótaleið sem gerir það verkum að fyrirtæki geta fært eða starfsfólk getur farið upp í alltaf 75%, skala sem 75% atvinnulaust og fyrirtækin koma þá á móti með 25%. Þessi staða var uppi fyrir nokkur vikum, en staðan í dag bara miklu alvarlegri en hún var þá. Hlutirnir eru svo fljótir að breytast. Við erum að upplifa algjört tekjufall og á meðan aðrar atvinnugreinar í verslun og þjónustu kannski eru að upplifa 6 til 8 vikna tekjufall, þá erum við að horfa fram á allt þetta ár og jafnvel 12 til 18 mánuði sem að við verðum að ná opnum okkar á ný. Þannig að fyrirtækin eiga bara í gríðarlega miklum erfiðleikum með að greiða 25% laun. Þannig að það þarf að koma eitthvað meira til. Við erum að upplifa eins og segja algjöran aflabrest sem hefur áhrif á allt samfélagið. Þannig að við bara bíðum í óvani að sjá næsta pakka frá ríkisstjórninni og vonum að hann muni verða ferðaþjónustunni til góða. En við hefum líka viljað sjá aðra koma að borðanum. Þar vil ég nefna til dæmis sveitarfélögin. Sveitarfélögin hafa verið að koma með aðgerða pakka til handa atvinnulífinu á síðustu vikum. Og eins og segi aftur, staðan fljót að breytast. Það sem var upp á borðanum fyrir mánuði er allt önnur stað í dag. Sveitarfélögin hafa verið að koma með björgunarpakka sem að gera ráð fyrir að fresta gjalddögum og svo framvegis. En það þarf að gera meira, það þarf að fella niður fasteignagjöld eða eitthvað slíkt. Ferðaþjónustan hefur tekið þátt í að skapa störf út allt land. Eitt besta byggðaaðgerða tæki sem við höfum séð í að efla atvinnulíf á landsbyggðinni er ferðaþjónustan síðasta áratug. Þannig ef við viljum byggja áfram á þessari öflugu atvinnugrein, þá þurfa sveitarfélögin líka að koma til og með einhverjum meira afgerandi hætti heldur en gert er. Svo ég nefni einhverja. Hluti af þessum mótvægisaðgerðum er innviða uppbygging, tískuorð áranna síðustu innviðir. Þetta er auðvitað það að bara bæta vegina og aðstöðu á ferðamannastöðum og svo framvegis. Og þetta hugsað þetta til þess líka að hjálpa okkur í viðspyrnunni og líka vegna þess að það var mjög gagnrýnt þegar ferðamannastraumurinn hófst og var farin að berast hingað fullum þunga að við vorum ekki í rauninni að ná að taka á móti svona miklum fjölda svo gott getur heitið. Hvernig líst ykkur svona, þetta eru auðvitað margvísleg verkefni stór og smá, en svona finnst ykkur þetta sannfærandi sem mótvægisaðgerð til þess þá að búa í haginn til lengri tíma litið? Algjörlega. Þetta er eitthvað sem við höfum kallað lengi eftir í ferðaþjónustunni að efla innviðina. Þannig að það er vel. Ég trúi því og við í ferðaþjónustunni trúum því að við getum byggt áfram á ferðaþjónustunni sem einnig af grundvallar atvinnugrein landsins ásamt öðrum atvinnugreinum og menn er alltaf að tala eitthvað annað. Við erum að búa til eitthvað annað. Kann að vera að ferðaþjónustan sé eitthvað annað. Þar erum við að upplifa mikla nýsköpun í öllum geirum greinarinnar út allt land. Þannig að við fögnum allir þessari innviða uppbyggingu sem á að ráðast í á vegakerfinu og ferðamannastöðum og öðru slíku. Þetta hjálpar okkur því við trúum því og treystum að við munum ná viðspyrnu aftur, en það er spurning hversu viðspyrnan verður fljót. Þess vegna þurfa, eins og ég segi, atvinnulífið að taka á sig gríðarlegan skell núna. Gríðarlegan skell. Ég held að menn átti sig ekki algjörlega á því hvað staðan er alvarleg. Og þetta erum við ekkert eyland hérna, það ferðaþjónusta út allan heim og það aðrir að glíma við erfiðleika. En talandi til dæmis innanlandsmarkaðinn í Evrópu, hann er miklu sterkari heldur en við erum að upplifa hér á Íslandi. Eins og ég nefndi áðan, 20% af veltunni er innlend ferðaþjónusta. Þannig að það er brota því sem hefur verið í gangi eru innlendi markaðinn þó við treystum á hann núna í sumar. Þannig að öll uppbygging á innviðum er bara mjög góð og það er eitthvað sem við munum njóta góðs af til langra framtíðar. Já. Ég nefnilega ég er nefnilega svo spenntur fyrir þessu ferðasumari 2020, algjörlega á skjön við alla, einmitt vegna þess að
sko maður að binda vonir við eins og þú sér, auðvitað er þetta brota af einhverjum 2 milljónum, ég meina jafnvel þó svo allir færu á faraldsfætur þá væri það bara engu síður ekki að duga kannski ef öll þjóðin væri á flakki, en engu síður þá verður þetta innlend eftirspurn mun meiri vegna þess að við erum heldur ekki að komast úr landi. Og við fórum í hringferð þingflokkurinn núna í febrúar allt landið og það sem mér fannst svo gaman að sjá er það bara hvað er orðið mikil gæði í innlendri ferðaþjónustu og ég held að það sé óhætt að segja það Íslendingar sem að ferðast önnur lönd að við erum að svona stór hluti hópsins villi mitt nákvæmlega það og nú er það til staðar sem að var ekki kannski fyrir ekkert svo mörgum árum síðan sem að kannski var meir svona bændagisting og edduhótel og svona en nú er þetta bara, og jafnvel edduhótelin eru bara mjög flott að það séu ákveðin tækifæri í þessu og jafnvel kannski sem að mun íta undir eftirspurnina jafnvel líka aðeins til lengri tíma litið. Það verður bara svolítið flott að ferðast landið sitt og bara landið er líka bara svo fallegt og maður gleymir því að þetta er ekki bara norður í Staðarskála, þetta er sko út allt land eru guðdómlega fallegi staðir. Þannig að svona, ef við aðeins rýnum í þetta að þetta er þetta öðruvísi samt kunnahópur heldur en erlendi ferðamenn með öðruvísi væntingar. Þetta er kannski líka þetta hópur sem er ekki tilbúin kannski til að borga 10.000 kall og einhvern viðsala baðstað einhver staðar eða eitthvað svoleiðis. Hvernig munið þið svona rýna þetta nákvæmlega núna? Verða til dæmis, má búast við því nú til dæmis eru stjórnvöld búin að gefa út þessa ferðaávísun og sem er 5.000 krónur og það er nú alveg hægt að gera ýmislegt fyrir það ef að þannig tilboð í gangi, það er ákveðin innspýting. Munið þið fara til dæmis í það að útbúa svona einhverja pakka eða mæta þessu þannig að það verði hvati fyrir Íslendinga að ferðast innanlands í sumar? Algjörlega, við munum gera það og við erum að vinna með stjórnvöldum í útfærslu á ferðaávísuninni, gjafabréfinu, sem er gríðarlega mikilvægt innlegg inn í þessi alvarlegu stöðu. Auðvitað er þetta ekkert make or break í stóra samhenginu, en þetta er gríðarlega mikilvægt, þetta er svona symbolísk aðgerð stjórnvalda til þess að hvetja til ferðalag innanlands í sumar. Við lítum á sem svo að þetta sé sko til að örva hagkerfið og hvetja Íslendinga til þess að láta sér ferðaþjónustuna varða og það mun ekkert standa á fyrirtækjum í ferðaþjónustu út allt land til þess að koma til móts við þá sem ætla að nýta sér gjafabréfið. Og til dæmis að einhver kaupi gistingu einhver stað þá mun hótelhaldarinn koma með aukanótt á móti. Og ég er alveg viss að það verða einhvers konar pakkar í boði og hlakka mikið til ferðasumarsins 2020 þó að það verður mjög skrítið með undanfarin ár. En vonandi fá Íslendingar tækifæri til þess að upplifa þá miklu uppbyggingu sem við höfum verið að standa í á undanförnum áratug í ferðaþjónustu vegna þess að eins og þú vorst að draga upp áðan að hvernig ferðaþjónustan var fyrir x mörgum árum, þá er bara staðan allt önnur í dag en hún var þá. Við höfum verið að leggja gríðarlega mikla áherslu á fagmennsku og gæði sem stenst algjörlega samanburð við það sem best gerist erlendis. Við höfum að sjá gríðarlega mikið af öflugri og flottri afþreyingu út allt land. Ég reynda veit ekki neitt balón sem kostar 10.000 krónur onni. Ég bara sagði svona hendið bara í lofti í kanni. En auðvitað eru balón víða, við erum að sjá hvalaskoðun víða, þú veist það eru 400.000 mann sem fara í hvalaskoðun hverju ári og í tengstu við hvalaskoðun sem við takið það sem dæmi er að spretta upp veitingastaðir og alls konar afþreying á Húsavík og við gömlu höfninni í Reykjavík kunum alltaf hreinlega bara breyst úr einhverju allt öðru í lifandi svona suðupott veitingastaða, alls konar afþreying, það eru hótel og þannig að ferðaþjónustan hefur haft gríðarlega mikil og góð áhrif víða land og ég vona að Íslendingar láti sig greinina varða og fari og noti ferðaávísunina og leggi eitthvað meira til og upplýði íslenska ferðaþjónustu. Ég held að það sé mjög spennandi og verður gaman að sjá svona hvernig spilast úr þessu. En ég veit að þetta er kannski ekki sanngjörn spurning þegar menn eru bara að horfa fram á algjört tekjufall og svona en það hefur kannski heldur ekki einhver síður á þessum 10 árum síðan að þessi ferðamannabreyting hófst. Gefist mikið kannski svigrúm heldur fyrir greinina, ég veit það ekki, og að líta svona yfir farin veg, endurskoða, endurmeta,
Það alveg hárrétt hjá þér, maður sér það alveg margt gríðarlega vel gert, bara heimsklassa. Svo vitum við samt alveg líka að það var alls konar fúsk líka í gangi og kannski einhverju sem sá þarna skjótfengin gróða í einhverju sem að, þú veist, var kannski ekki eins spennandi. Þetta tímabil núna, því að sumir segja sem að þekkja vel til í atvinnulífi að maður skildi aldrei vanmeta tækifærin í góðri krísu. Þetta auðvitað kannski krísa af stærri sortinni, en einhver síður. Heldur að sé svigrúm núna til þess í rauninni að endurmeta og svolítið straumlínulaga og koma inn í næstu viðspyrnu bara með meiri og betri ferðaþjónustu en við höfum séð áður? Ég vona það svo sannlega og okkur gefst náttúrulega, þó sem skrítið að segja það, andrými núna til þess að svona rýna inn á við og hvað hægt að gera betur, þó að mörg fyrirtæki sé hreinlega að róa lífróður að bara halda sér á floti og halda starfsfólki hjá sér og svo framvegis, standa sína plikt, en því miður munu einhver fyrirtæki fara á hliðina í þessu árferði. Það bara staðan. En við vonum náttúrulega að við náum að komast í gegnum þetta, en ég alveg sammálaður, ég held að séu mikil tækifæri í íslenskri ferðaþjónustu en það bara spurning hversu viðspyrna verður fljót, hversu mikla aðstoð við munum fá í að byggja greinina aftur upp. Að því við erum nú staddir í þessu húsi, þá má segja að ferðaþjónustan sé svona einkaframtaki í sinni fegustu mynd sem maður sjá spretta upp allt land. Mikill meirihluti af fyrirtækjum í ferðaþjónustu með færri en 10 starfsmenn. Þannig við erum að sjá fjölskyldu fyrirtækjum allt land bara berjast í bökkum núna, en ég vona að þeir sem komast í gegnum þennan skafl með hjálp stjórnvalda, vonandi sveitarfélaga og annarra, að þeir geti þá haldið áfram að byggja fyrirtæki sín upp með fagmennsku og gæði að leiðarljósi, af því að við náttúrulega ferðaþjónusta má ekkert verða eins og eitthvað síldarævintýri. Þetta áratugur ferðaþjónustunnar hafi verið frá Eyjafjallajökulsgosinu 2010 og svo hrundið allt 2020. Greinin má ekkert vera þannig í atvinnu, við mögum ekki minnast þennan þannig. Þess vegna trúum við og treystum að pólitíkin muni koma og trúa og treysta á þessa grein, að viðspyrna ekki bara ferðaþjónustuna heldur samfélagsins alls verði hraðari ef að atvinnugreinin fær stuðning, vegna þess að við höfum verið að fá 2 milljónir ferðamanna til landsins. Það er brot af þeim ferðamönnum sem eru á ferð og flugi heiminn. Þannig að síldartorfan er gríðarlega stór og við höfum ótrúlega tækifæri. 2010 fórum við, breyttum við góðri krísu eins og við nefnum með Eyjafjallajökulsgosi og fórum með markaðsátaki Inspired by Iceland sem heppnaðist gríðarlega vel. Það var fyrst svona krísustjórnunartæki til þess að segja umheiminum það er óhætt að koma til Íslands, en síðan höfum við verið að keyra þetta átak á hverju ári undanfarinn áratug. Núna erum við að undirbúa annað átak og ríkisstjórnin hefur varið 1,5 milljarði í markaðsátak á erlendum mörkuðum, en vandamáli núna sem við stöndum fram fyrir er að það eru allar þjóðir heimsins sem bíða ráspól núna að fara að markaðssetja landið sitt. Á meðan við vorum kannski 1 fyrir 10 árum að fara í alvöru bara markaðsátak þá. En við trúum því að við höfum mjög góða sögu að segja, að við höfum góða innviði, við höfum gesturrísin þjóð, við höfum byggt þessa atvinnugrunn upp með fagmennsku og gæða leiðarljósi, þó að fúskarar hafi því miður fundist í greininni eins og við þekkjum og Adam kannski ekki lengi í paradís á sumum. Þá trúum við því að umheimurinn muni, nú held ég áfram með bucketlistan minn, nú ætla ég að koma til Íslands og upplifa íslenska gesturismi og landið. Og kannski höfum við líka frábæra sögu að segja hvernig við tókumst á við kórónuveiruna hér á Íslandi. Já, maður sá það nú reynda bara svona með í dag að maður kannski, ef maður reynir eins að líta svona í tækifærin eftir COVID-19 krísuna, að Iceland Travel, það er þetta að fara á þeirra heimasíðu icelandtravel.is, gaf út skemmtilega grein í dag, 10 góðar ástæður fyrir því að ferðalagið eftir COVID eigi hefjast á Íslandi, og það er slegin svona tótt til framtíðar, að við höfum hér ýmsa kosti, ef við bara beintengjum okkur við það sem gerast núna. Hér er mikil víðátta, það er vindasamt og fest andrúmsloft, þetta er ekki milljónaborgir hér allt það sem að hver þvælist fyrir öðrum.
það eru ýmis tækifæri í því að markaðssetja landið í rauninni sem fyrsta áfangastað eftir þessa krísu. Alveg hárrétt og við höfum mikil tækifæri þar. En þá þurfum við líka átt okkur á því að það verði einhver fyrirtæki til þess að taka mótið þeim fjölda ferðamanna sem við viljum að koma til landsins. Og þá skipt svo miklu máli að veita atvinnulífinu stuðning núna, að atvinnulífið fái súrefni til þess að komast í gegnummannaskap. Vegna þess að við erum að upplifa, svo ég endurteki mig, það bara skipt svo miklu máli, við erum að upplifa algjört tekjufall, algjöran aflabrest og það er ekkert fyrirtæki sem lifir það lengi af. En við erum bjartsýn og trúum því að við náum viðspurnu, þannig að þegar sumarið 2021, jafnvel 2022, að því að ferðaþjónustan atvinnulífið vinnur langt fram í tímann, að þá muni hér ferðalangar allstaðar áður heiminum flykkjast til Íslands til þess að upplifa einmitt það sem þú varst að segja. Já, og það er svona, og þetta markaðsátak sem að þú varst að nefna, það er einhvern veginn væntanlega svolítið á þessum nótum, eða ekki? Þið eru að... Já, við erum núna, sko, við erum ekki bara fyrir markaðsátak á erlendamörkuðum, við erum líka fyrir markaðsátak á innlendamörkuðum, innlendum markaði í sumar og það eru að vinna með ferðamálastofu, þannig að Íslendingar munu vera hvattir til þess að fara ríða hjörð og upplifa íslenska ferðaþjónustu og nota gjafabréfið sitt og það er vonandi kynnt bara þegar líður á maímánuð. En síðan erum við að náttúrulega undirbúa markaðsátak á erlendamörkuðum, en þar erum við að bíða átekta með réttan tímapunkti þess að þegar ferðavilling glæðist á nýjan leik. En við höfum heldur ekki gleyma því að þrátt fyrir að við séum að takast vel á við þetta vandamál hér á Íslandi, heilsufarslega vandamál sem fylgir kórónuveirunni og vonandi að ráða niðurlögum á henni, þá eru aðrar þjóðir eins og Bandaríkin og Bretland sem eru stærstu markaðir okkar í ferðaþjónustunni. Þeir eru ekki að gleyma að bölja hlutin eins og við hér. Þannig að þrátt fyrir að við náum að ná til lands með kórónuveiruna hér, þá þarf það líka að gerast annars staðar. Þannig að þetta er svona í ýmsir, þú veist, staðan er fljóta að breytast á milli daga og vikna, þannig að en við vonandi bara sem hvað að segja, heimurinn allur nái að ráða niðurlögum á þessari B-vítasveiru, þannig að við getum fara að lifa eðlilega á nýjan leik. Akkurat. Skafti Örn Ólafsson, takk hérlega fyrir komuna í pólitíkina. Ég hugsa ég fáið einhvern tímann í framhaldsspjall seinna. Og það skulum við vona að við verðum á bjartari nótum. Þetta er auðvitað graf alvarleg staða sem að ferðaþjónustan er í og við þurfum að sjá hvernig úr spilast því þetta getur breyst hratt líka eins og segir. Algjörlega. Takk hérlega fyrir komuna. Takk fyrir mig.